Heil og sæl, þetta þáttur milli himins og jarðar og ég bið ykkur velkomin að skjánum. Ég fór að hugsa það þegar við kannski tekið eftir umræðinu sem skapaðist í kringum heimsókn forseta Guðna T.H. Jóhannessonar þegar hann fór að Sólheimum í Grímsnesi á dögunum og heimsótti þar íbúa og starfsfólk. Að það kom gagnrýni á þá heimsókn. Það voru tvær góða konur, kjarnakonur, Freyja Haraldsdóttir og Steinunn Ása Þorvaldsdóttir sem að nýttu tækifæri til þess að benda á það að sú hugmyndafræði kannski sem að lægi á bakvið starfsemina á Sólheimum væri ekkert endilega í takt við tímann eða takt við nútímann. Og mér fannst þetta bara merkilt, mér fannst náttúrulega fyrsta lagi fannst mér bara frábært að forseti skyldi fara og heimsækja Sólheima því ég hef alltaf upplifað Sólheimar sem dásamlegan stað en á sama tíma fannst mér líka með magnað að heyra þetta vegna þess að þó ég sé nú prestur, að þá kannski ég ekkert rosalega mikið inn í málefnum fatlaðra á Íslandi og ég fór að hugsa að þetta eitthvað sem við þurfum að ræða meira og vera meðvitaðir og mér fannst svo gott hjá þeim að nýta þetta tækifæri, gott hjá þeim Freyju og Steinunn að nýta þetta tækifæri til þess að benda á það að það ekki að við þurfum að ræða þessa hluti og þetta einhvern veginn ekki bara allt klappað og klárt og að eitt henti öllum sem eru fatlaðir því að þetta eru auðvitað bara ólíkir einstaklingar með ólíkar þarfir og ólíkan bakgrunn og þessum skiptir máli að við ræðum þessa hluti og séum meðvituð það, bæði þeir sem að glíma við einhvers konar fötlun og líka þeir sem eru ekki að því. En hins vegar má nú kannski segja að við séum öll á einhvern nátt að glíma við auðvitað einhvers konar fötlun því að ekkert okkar getur gert allt. En til þess að ræða málefni fatlaðra og kannski fá svona innsýn inn í svolítið, svona vinnu með fötluðum síðustu 30 árin hef ég fengið mikinn reynslubolta hingað í þáttinn í dag. Kristinn Má Torfason, hann ætlar bæði aðeins að fara yfir það með mér hvernig hlutirnir hafa svolítið þróast í vinnu með fötluðum. Auðvitað hefði ég getað fengið fatlaðan einstakling í settið og kannski eftir að gera það seinna til þess að ræða málefni fatlaðra en ég ákvað svona einblína á vinnu og þá sem vinna með fötluðum og svona fá það sjónarhorn og svo kannski fæ ég seinna einhvern sem að glímur við fötlun til þess að ræða það sjónarhorn. Og vertu velkomin, Kristinn Már Torfason, búin að starfa þó ungur sé í tæplega 30 ár, byrjaðir á Sólborg, var það ekki, á sínu tíma? Það passar, takk fyrir boðið. Og og þannig að þú hefur svona lifað tímann tvenna í þessu málefni og að málaflokki. Hvernig, ef ég bara byrja strax á stóru spurningunni, hvernig hafa hlutirnir breyst? Hvernig hafa þeir þróast? Þeir hafa þróast gríðarlega mikið og eins og segir, ég byrjaði að vinna upp á Sólborg í febrúar 1988 og Sólborg opnuð í kringum 1970 ef maður rétt og þá eftir ákveðinni hugmyndafræði þar sem að fólk trúði því að það væri best fyrir fatlaða að búa á altækum stofnunum, búa innan sína líka. Já. Og ég nú stundum þegar að halda fyrirlestra sagt að það væri svona svipað eins og menn myndu ætla að setja mig á sambýli bara með sköllóttum köllum. Já, var allir eins. Allir eins, að ég ekki viss að það væri endilega skemmtilegt. En á þeim tíma, og það mikilvægt að muna það að hafa það í huga, að á þeim tíma þá virkilega trúði fólk að þetta væri besta leiðin. Og var að gera sitt besta og það var mjög öflugt starf því að Sólborg í upphafi sjálfseignarstofnun sem að einstaklingar hér á svæðinu og í kringum okkur í rauninni reist og byggðu og ráku að fólk virkilega trúði því að það væri það besta sem hægt væri að gera. Þannig á þeim tíma þó að tíminn og sagan hafi kennt okkur að þetta hafi kannski ekki verið besta leiðin
að þá megum við ekki heldur gleyma því að þetta voru ákveðlega mikilvæg skref í rauninni í þjónustu við fatlaða, þessi starfsemi sem þar var, og ég svo lánsamur, vil ég segja, að ég hef fengið tækifæri til að byrja og vinna upp á Sólborg og kynnast í eigin raun hvernig það var. Og hérna, fólk þá sett í þá stöðu að fólk safnað saman alveg vestan úr Húnavatnssýslum, austur og Þórshöfn og Raufarhöfn og víðar hingað, og í sumum tilfellum börn, mjög ung börn. Já, sem fóru bara frá foreldrum sínum, sko, alveg. Foreldrunum á þeim tíma var ráðlagt að það væri barninu fyrir bestu, að það færi á stofnun, það sem væri fólk sem kynni til verka, það væri innan aðra fatlaða og myndi þá ekki verða fyrir aðkasti eða stríðni. Sólborg í hjarta bæjarins á þessum fallega stað var ákaflega einangraður staður á sínum tíma. Það var ekki brú núna eins og og göngustígar. Nei, og kannski fyrir þá sem að mun ekki eftir Sólborg, þá er það sem háskólinn í dag. Það sem háskólinn í dag. Já. Þannig að á þessum tíma líða nokkuð mörg ár og fólk þarna, og ég þekki þetta mjög marga bæði sem að voru þær eða bjuggu þar, og ég hef verið svo langsamar að geta rætt þetta töluvert við foreldra, aðstandendur og íbúa. Og sem betur fer finnst mér að vel flestir íbúar beriði vel söguna. Og ég veit að flest starfsfólk fannst gaman að vinna á Sólborg, það var, og mér fannst það líka, það var rosalega gaman að vinna upp á Sólborg, góður vinnuandi, þetta var stór vinnustaður og þarna var yfirleitt gleði. Ég fekk engan fatlaðan sem segir ég myndi vilja flytja þangað aftur. Nei. En það hins vegar líka ljóst, og við verðum að muna það, að á þeim tíma þá var verið að vinna eftir aðferðum og hlutum sem að við myndum ekki sætt okkur við að við sjálf myndum undirgangast, og verið að nota aðferðir oft á tíðum sem að við myndum ekki, að börnin okkar eða aðrir myndu þurfa undirgangast, þar sem að fólk var í rauninni, því var bannað bara hlutir sem að okkur þykir sjálfsagðir, það var tekið af þeim hlutir eða athafnir. Geturðu nefnt svona einhver dæmi? Já, ég get nefnt ótal dæmi. Ég meina, ef þú hagar þér ekki vel, þá bara fékkst ekki að vera með. Ef þú gerðir ekki eitthvað ákveð, þá kannski fékkst ekki kaffi. Og þeir sem sérstaklega áttu við hegðunarvandkvæða stríða, það voru sett upp plön þar sem þeir annarkvort unnu sér inn oft á tíðum umbun, og ef ekki, þá var einhvers konar refsing, þeir mistu eitthvað. Þannig að það var svolítið það sem menn voru að einblína á, en ég vil taka fram, ég stundu skamma fyrir að vera neikvæður út í Sólborg, ég það alls ekki, mikið ákala vænt þann stað og allt það, en það einhversu þættir í þessari sögu okkar sem að við megum ekki gleyma, og verðum að muna það að í þróun það þannig að við erum komin þar sem við erum komin í dag, bæði vegna þess að fólk hefur lært af mistökum sínum og fatlaðir, já, fólk hefur staðið upp, fatlaðir og aðstæður staðið upp og sagt, þetta má ekki vera svona. Þannig að ímynda sér það að búa á stað þar sem þú byrði í einhverju íbúðareiningu með kannski 5 til 6 öðrum íbúum. Þú færð ekki að ráða með hvernig þú byrð, þú fékkst ekki að ráða hvað væri í matinn, þú fékkst ekki að ráða hvenær þú fékkst matinn, þú fékkst ekki að ráða hvenær þú fórst kannski á fætur, eða fékkst ekki að ráða hvenær þú fórst að sofa, hvort þú horfður á sjónvarpið eða tekið þátt í lífinu eða samfélaginu yfir höfuð. Og á þessu erum við tóðið gríðarlega mikið breyting. Og með árunum og í kringum 1990 þá var ákveðið í raun að leggja niður Sólborg og farið af staði það, og því verki lauk, ef ég maður rétt, árið 1996. Og þá höfðum við nýja trú og við vorum á því að sambýli væri það sem að veri best fyrir alla. Aðeins að grípa inn í til að árétta það að hugmyndafræðin vissulega barn síns tíma og okkur ber ekki að dæma það sko í nútíðinni, heldur meira að draga ályktanir af því. Ég meina, varst þú ekki líka bara inn á þessari stefnu í raun og veru þegar þú varst að vinna eftir henni? Eða þú veist, ég meina, er ekki meira þannig að þegar þú horfir í baksýnisspegilinn þá og svona veltir þessu fyrir þér sem þú sérð að þetta var kannski ekki akkurat það sem að fólk þurfti á að halda? Vissulega. Já. Ég byrja í rauninni þarna fyrir algjörlega tilviljun. Ég átti góða vinkonu sem var að sækja vinnu og var svo mikill herramaður, ég keyrði hann upp á Sólborg og hún fer að tala um það á þeim tíma að þetta væri örugglega vinna sem myndi henta mig vel, sem ég fannst af og frá. Í gamla daga var að tala um Sólborgara, það var ekki mjög fínt. Nei. Þannig að ég hefði ekki hugsað með það, en einhvern veginn sannfærir mig um það að ég sækjum vinnu og ég ráðinn en ekki hún.
eins og þeim tíma var lítið það karlmenn væri að vinna þarna og lítið það karlmenn myndu sækja vinna. Já, þannig að þú þóttir mikill happafengur. Nei, ég veit það nú ekki, en ég legg spilamennsku á hilluna vegna þess að þetta var vaktavinna sem ekki hentaði því og ég get algjörlega sagt það að frá degi 1 þegar ég mætti fyrst í vinnu að þá algjörlega bara fann ég, þetta var það sem ég átti að gera. Þetta var þín hilla. Þetta var mín hilla. Já. Og það hefur síðan orðið mitt ævistarf. Já. Og á þessum tíma eins og víða þá kemur maður blautur bak við eyrun og gerir það sem hann sagt. Ég fann svolítið til mín. Já. Það var ekki mikið karlmenn, þetta var svolítið flott og við vorum með erfiða einstaklinga sem krafðist þess stundum að við lentum í átökum og fleira og konurnar upp á Sólborg voru rosalega góðar við okkur strákana og báru okkur bara á höndum sér að mörgu leyti hvað það varðar vegna þess að þær treystu dálítið mikið á okkur. Já. Það í rauninni gerir það verkum að maður kannski missi líka svolítið sjónar á því, þú veist, hvað skiptir máli og hvað ekki. Aha. Þannig að ég fann hvað sjálfa mig varðaði að það var ekki flókið fyrir mig að fara í dálítið svona harðan ramma, vera stífur og strangur og vinna vinnuna mína. Já. Innra með mér í hjarta mínu samt vissi ég einhvers staðar að þetta var ekki eins og átti að vera. Og ég man algjörlega augnabliki þegar ég áttaði mig á því ég væri á rangari braut og tók ákvörðun og lofur á sjálfum mér að hætta að stýra fólki með boðum og bönnum og ráðskast með það. Sjálfsögðu þurfum við aðstoða fólk og leiðbeina þeim og stundum þurfum við að telja jafnt fötluðum sem vinnum okkar eða ættingjum hughvarf. Já. Eða reyna að hafa áhrif. En það var í rauninni bara einfaldlega þannig að fullorðinn maður sem var 30 ára eldri en ég þurfti undirgangast ýmsar reglur varðandi mataræði, það var alltaf of þungur og hina ýmsustu hluti það hvernig hann drakk til dæmis bara kaffið sitt og ég segi þessa sögu gjarnan í heild fyrirlestra að hann var látinn drekka undanrennu í kaffið sitt og hún fannst það gott og hann vildi blanda kaffið sitt þannig að hann vildi mikið af undanrennu og lítið af kaffi. Já. Og þetta þótti ekki gott vegna þess að okkur var sagt og öllum sagt að svona drekkur maður ekki kaffi. Nei. En ef hann fekk sér þessa blöndu þá var hann yfirleitt látinn hellinu og fá sér kaffi eins og kaffi á að vera. Já. Sem sagt, mikið kaffi, lítið af undanrennu. Já. Og að því ég tölur kaffimaður þá finnst mér ekki kaffi undanrenn ekki góð. Nei. En á mjög fallegum sumardegi stundum sagt að þegar maður horfir út Eyjafjörðinn okkar og Sólborg á fallegustu dögunum þá það sjón sem er alveg gríðarlega falleg og seint að kvöldi þegar himinn farin að roðna þá eru allir farnir í háttinn og hann einn eftir og hann labbar til mér og segir, æ, Kitti minn, mög ekki fá okkur kaffi. Já. En á Sólborg var það þannig að kvöldin fengum menn ávöxt og te. Já. Kaffi eftir kvöldmat var ekki í lagi. Góður dagur og vitið menn mig langaði kaffi líka og ég sem með mér ég brýt þessa reglu og við fáum okkur kaffisopa. Og við laumumst fram í eldhús og fáum okkur kaffi og hann hellir sér í bollan þessari blöndu sem hann mátti ekki drekka og ég fer eitthvað að agnast út hérna, þú veist, þetta á ekki að vera svona. Það ekki gott. Nei og allt þetta og hann mótmælir sem en mér finnst þetta svo gott. Og þú veist, þá kemur upp þessi skrýtna tilfinning innra manni sem ég meina, kannski er það bara ég veit það ekki, en þarna fannst mér einhvern veginn að hann færi yfir strikið. Ég er búinn að brjóta regluna og ég er að reyna að vera almennilegur og hann gerir svona. Þannig ég fer að ströggla við hann að hella kaffinu. Og enda með ég tek í hendina og ég er að draga hann af vaskanum og þegar ég er að byrja að láta hann hella niður kaffi þá bara gerist eitthvað innan með mér. Áttum að, veistu, þetta er ekki í lagi. Nei. Og ég man ennþá, ég fékk kökk í hálsinn og tár í augun þegar ég áttaði mig á því, ég er að skipta mér að manni sem er 30 ára eldri en ég á sitt líf hvernig hann drekkur kaffið sitt. Og ég bað hann afsökunar á þessu og ég sagði hann að þetta myndi ekki gerast aftur og hann myndi drekka kaffið sitt eins og hann vildi. Og hann vildi fá sér koktelsós út og skerið hans, þá myndi ég ekkert, þú veist, ég meina, þarna það var bara einhver vakning innra með mér. Og við höfum alltaf verið miklir vinir. Ég hef haldið vináttu við þennan mann alla tíð síðan, hann hringir í mig á hverju einasta mánudagskvöldi. Hann óskaði eftir ég er í persónulegu talsmaður hans fyrir nokkrum árum sem þótti mjög vænt og ég hef algjörlega reynt að gera allt sem ég get til þess að láta hann vita það að svona átti ég ekki að haga mér. Já. Það er fullt af svona hlutum, svona sögum sem eru til all land og stundum í einhverju tilfellu miklu verri sögur. Og
kannski hefur engan tilgang að vera að rifja þau upp, en við megum ekki gleyma það. Og kannski líka bara þannig að það sé áritað, sko, þetta var eitthvað sem að fólk trúði að væri rétt aðferð. Já, þetta var... Til þess að halda hlutunum í einhverjum skorðum. Já, við í sannfæringu okkar það að við þyrftum í rauninni og bærum ábyrgð á lífi og velferð þessa fólks, að þá gengum enn rosalega langt, miklu lengur en eðlilegt getur talist. Þetta hefur breyst. Og fatlaðir sjálfur eiga sko mikið hrós skili fyrir það að hafa staðið upp og barist fyrir sínu réttindamálum og gríðarlega margt fagfólk á þakkir skildar fyrir að hafa stutt fólk í því að hafa gert það og það hefur orðið mikil breyting bæði á lögum, aðstæðum og öðru slíku. Þess vegna, ef ég má að grípa boltann, þess vegna var mér svolítið brugðið daginn, brugðið yfir viðbrugðum svona bara fólks í samfélaginu þegar að þær stöllur, Freyja og Steinunn Ása höfðu skoðun á þessari heimsókn því þær höfðu ákveðna skoðun á þessari hugmyndafræði sem að væri að lægja baki sólheimum að mér var svolítið brugðið sko hvað margir bara margir sem að töluðu eins og þær verið náttúrulega bara að varpa skugga á heimsókn forsetans sem að var náttúrulega ekki tilgangur þeirra heldur til að grípa boltan vegna þess að þær hefðu bara farið að tala um þetta á venjulegum þriðjudegi það hefði enginn hlustað, maður þarf að nýta svona moment sko og grípa þau til þess að vekja athygli á einhverjum málefnum og svo fannst mér líka fólk svolítið tala til þeir svona eins og að þær vissu ekkit sko hvað fatlaðir vildu en hinir vissu það, skilur þau og þá kristallaðist aftur kannski svolítið þessi gamla hugsun að fatlaðir vita ekki hvað þeim fyrir bestu. Já. Og það var kannski pínlítið að ég fór að hugsa og velta fyrir mér og þess vegna langar mér svolítið að fjalla meira þessi mál af því að ég fór alltaf inn að hugsa, sko, erum við ennþá kannski pínlítið, blundar í okkur öllum ennþá þetta, við vitum hvað ykkur fyrir bestu. Það gerir það. Og ég held að það sé ekkert óeðlilegt að gera það. Það alveg sama hver við erum fötluð eða ófötluð, við þurfum öll hver aðstóð einhvern tíma á einhvern hátt. Og vandamálið hjá okkur það að við tökum ekki stjórnina. Að ég sé ekki ákveða fyrir það fólk sem að ég vinn fyrir og að þjónustu í rauninni hvað þeim sé fyrir bestu öðruvísi en að ég geri allt sem ég get til þess að vita og átta mig á því hvað fólk raunverulega vill. Já. Og þetta viðkvæmt og þetta flókið samspil og það mjög auðvelt í rauninni að fara þannig í kringum hlutina að maður gangi of langt vegna þess að oft á tíðum treystir fólk þeir mjög vel. Já. Þá spurning hversu vel ertu sjálf gerð eða gerður, þannig þú sértu raunverulega að fara eftir því sem vilji viðkomandi. Forræðishyggja annað sem að auðvitað mjög ríkjandi og eitthvað sem að við kannski erum alltaf að takast á við, ekki bara fólki sem vinnur við þetta, ekki bara fagfólkið heldur bara aðstandendur og fleiri slíkir og það ekki óeðlilegt við það að aðstandendur hafi skoðanir og séu kannski oft á tíðum hræddir jafnvel við þær aðstæður sem fatlaðir í og það einfaldlega vegna okkur þykir svo vænt fólk og viljum því eru bestu. Já, það sko, svo það málana að sko þessa dagana ráðstefna hér á Akureyri þessa hugmyndafræði sem kallast þjónandi leiðsögn og þú hefur svolítið verið, að ég held, það ekki rétt, hefur svolítið verið að innleiða hana hér á Akureyri þó hún komi annar staðar kannski frá eða upprunnu sína annar staðar og þar erum við komin svolítið í aðra hluti heldur en að þú ert búin að vera að lýsa hér sem að þú þekktir svona á fyrstu árum í þessu starfi. Hvað sko þjónandi leiðsögn? Þetta hugmyndafræði í vinnu með fötluðum einstaklingum. Upphaflega þjónandi leiðsögn í rauninni já, var hugsuð í vinnu með fötluðum. Hún upprunnin í Omaha, Nebraska í Bandaríkjunum og upphafsmaðurinn má segja hafi verið John McGee sem lést árið 2012 og með honum meðal annars maður sem heitir Daniel Hobbs sem eru svona þeir aðilar kannski sem byrjuðu. Báðir koma að þessu sem aðstandendur, þeir báðir áttu fatlaða bræður sem bjuggu við þær aðstæður að þeir sáu það yrði að gera þessu breytingar og fóru á stað með þessa hugmyndafræði og til að byrja með að þá svo sem voru þeirra tækifæri til að koma hugmyndafræðinni á legg í rauninni að vinna með fólki sem var með erfiða hegðun.
og á þessum tíma ég beðin að taka mér opnaslíkt heimili og dr. Rannveig Traustadóttir benti mér á Danhop sem var í Bandaríkjunum og það væri maður sem hún vissi hefði náð gríðarlegum árangur og hann kemur hingað 1993 og þá kynnist ég þessari hugmyndafræði og það gjörbreytti öllu, bæði hugsunarhætti okkar og nálgun og fleira og við sáum það að þetta var eitthvað sem að hjálpaði ekki bara okkur sem starfsmönnum, heldur var þetta að auðga líf íbúana alveg gríðarlega. Og ég held að ég geti sagt að þetta hefði skipt bæði íbúana, þjónustun okkar og okkur sjálfa öllu máli. Og þetta hugmyndafræði sem að hefur ekkert að gera með fatlaði raun, þetta hefur bara að gera með fólk eins og hún einblínir á samskipti. Já, að eiga samskipti. Hvernig við eigum í samskipti vegna þess að í grunninn þá er alveg sama hvar við erum stödd, það eru sömu grunnatriði hjá öllum í lífinu það hvernig góð samskipti fara fram. Það er ekki flókið, við hugsum aldrei það, við tölum aldrei það. Við einhverju hluta vegna erum alltaf að hugsa eitthvað annað og getur bara velt fyrir þér þar sem ég er búin að stjórnandi í 26 ár þá getur við velt fyrir okkur að hvar liggja vandamálin? Jú, þau liggja í samskiptum. Skorti á samskiptum, samskiptaleysi. Skorti á samskiptum, skorti á því að fólk áttu sig á því hvernig maður gerir þessa hluti. Virðing til dæmis er ekkert sem ég get gefið þér að þú getur fengið. Þú þarft að ávinna þér hana. Og það gerur ekki nema í gegnum samskipti og ef samskiptin er ekki góð, þá eru vandræði. Og hugmyndafræðin byggir hún er mjög einföld og sennilega hefur það verið henni til trafala líka. Þetta er ekki nógu svona flókið og mikið þannig að fólki finnst þetta bara eitthvað svona common sense, sem það vissulega er. En hún byggir á 4 grunnstoðum. Hún byggir á því að við séum tilbúin til þess að tengjast fólki. Raunverulegum tengslum og kynnast fólki. Upp á Sólborg gamla þetta var fyrsta versið ekki tengjast skjólstæðingum þínum eða íbúum of nánum tilfinningalegum böndum vegna þú starfsmaður. Þú kemur og þú ferð. Það er erfitt fyrir þau að fara alltaf lausið því ekki að væntum eitthvað sem fer. Þessi hugmyndafræði segir númer 1, 2 og 3, þú verður tilbúin að koma inn í líf annarra og tengjast þeim og vera vinur og félagi fyrst og fremst. Og láta þér því ekki að væntum. Þannig hún byggir á því við sýnum fólki kærleik og skilning. Við skilyrðislaust sýnum öllum virðingu og kærleik, við tökum á móti virðingu og kærleiku frá þeim og hún byggir á því að þetta sé þáttaka allra aðila, sem er algjörlega mikilvæg og við á búsetudeild Akureyrarbæjar til dæmis og öldrunarheimilum Akureyrar sem hefa báðar innleitt þessa hugmyndafræði, í rauninni hafa fleiri hugmyndafræðilega nálganir með. Við höfum upp í öldrunarþjónustunni erum við með edenfræðina, við erum með valdeflingunni hjá búsetudeildinni og þessi hlutir vinna ákaflega vel saman. Það er alveg sama hvað við gerum og hvernig við setjum upp hlutina, ef að samskiptin verði ekki í lagi og er ekki í lagi, þá mun ekkert annað verði í lagi. Og grunnurinn að samskiptum er? Grunnurinn að samskiptum er náttúrulega bara virðing og kærleikur. Já, og hlustun, er það ekki? Virk hlustun. Algjörlega. Algjörlega. Að maður hlusti á hinn aðilann og heyri allt sem hann er að segja. Fötlunargeirinn í mínum huga hefur í gegnum tíðina mjög gjarnan verið þannig og nú verður örugglega einhverjir móðgæðið mig en mér finnst okkur hætti mikið til þess að lifa bara alltaf eftir einhverjum einum sannleika. Það er bara einhver einn sannleikur, það er bara eitthvað eitt rétt. Stofnanirnir var bara rétt, sambýlin voru bara eitthvað sem var rétt, nú er sjálfstæð búseta bara rétt. Þú veist, og svo komum við upp og veltum fyrir hvað með Sólheim og aðra slíka staði, skilurðu. Er eitthvað að þessu ekki rétt, er eitthvað þessu rangt? Þetta er alltaf spurning um val. Hvað vil ég og hvað vil þú? Og talandi Sólheima, hvað fannst þér um þetta mál þarna daginn sem skapaðist á þessu umræðu? Bara nauðsynleg umræða, en við þurfum að velta fyrir okkur hvernig umræðan fer af stað og það voru bæði skrifum þeirra ágætu kvenna hlutir sem í mínum huga krefjast þess að við verum að setjast niður og skoða hvað eru þeir að segja. Við þurfum að tala við fatlaða, við þurfum að heyri fólki sem býr þarna. Ef raunin er raunverulega svo að á Sólheimum búi fólk sem vill ekki búa þar. Ef að raunin er svo að fólk á Sólheimum sem er látið vinna og fær ekki greitt fyrir eðlilega, þú veist, við myndum ekki sætt okkur við það. En það þarf að skoða þessa hluti, en á sama hátt líka þurfum við að gera okkur grein fyrir það er fólk sem býr örugglega á Sólheimum sem vill gjarnan búa við þessar aðstæður. Þetta er drauma aðstæða mjög margra sem hafa áhuga að búa við aðstæður þar sem að þú ert með sjálfbæra ræktun og fleira og mjög margt held í starfi Sólheima sem er alveg til fyrirmyndar og mjög skemmtilegt. En það standa út af hlutir eins og skýrsla Ríkisendurskoðunar á því sem gerði einhver athugasemdir og það eru hlutir bara sem að verður að skoða og stundum
eru hlutin ekki skoðað fyrir einhver hrópar hátt. Og vonandi vekur þetta einhverju til umhugsunar það bæði gagnvart þeim og öðrum. Við þurfum stöðugt að fylgjast með og skoða á hvaða leið við erum. Þetta mér langar alltaf að hafa klukktíma þátt þetta því þú eru svo mörg að miðla og mér finnst einmitt þessi hugmyndafræði sem þú ert að tala þjónandi leiðsögn, við erum líka með þjónandi forystu og þetta er einu svolítið tengt hugmyndafræði því ég þekki þetta með þjónandi forystu og hef svona aðeins kynnt mér það. Hlustun, kærleikur, virðing, þetta er náttúrulega bara og það að við erum ekki fullnuma í samskiptum við erum aldrei fullnuma. Algjörlega og sem betur fer núna á síðustu árum eru menn að vakna svolítið til lífsins með það að við þurfum kannski aðeins að bakka og hugsa hlutin upp á nýtt og átta okkur á því að það eru einföldu þættirnir í lífinu og tilverunni sem skipta kannski meiru máli smáatriðin heldur en þessi stóra heildarmynd. Og þegar við tölum ef við tölum bara samfélagið okkar, hrunið sem varð á sínum tíma var til vitundavakning hjá fólki að segja býtu þurfum við ekki að vera aðeins nær okkur sjálfum og sjá hvað í gangi. Þjónandi leiðsögn ein leið í því og rímar mjög vel sama við það sem að gerast í heiminum, bara varðandi hluti að þjónandi forysta, við erum með fleiri nálganir sem að tala mjög vel við þessa hluti og við þurfum að horfa svolítið til þess og læra af því, flýta okkur hægt og átta okkur á því að hafi ég lært eitthvað á þessum tæpum 30 árum, þá það að það ekki til einhver einn sannleikur fyrir alla. Nei. Við erum bara svo ólík, hvort sem við erum fötluð og ófötluð, sköllóttuð með gleraugu, að við verðum að taka það með inn í myndina að við þurfum að vera nógu opin og vera nógu umburðarlynd gagnvart hvort öðru, að við getum haft mismunandi skoðanir og mismunandi langanir og mismunandi þrár. Kristinn Már Torfason, frábær, þetta eiginlega predikun hjá þér. Kannski bara að vera prestur. Ég ætlaði víst að vera prestur þegar lítil, mamma hefur talað ég hef oft talað það. Það aldrei á seint, en takk fyrir komuna og að veita okkur innsýn inn í þennan veruleika. Og við kveðjum héðan og ég þakka ykkur samfylgdina í dag og við sjáumst aftur í næstu viku. Bless.